22-19 staðan. KM geta minkað munin í 2 mörk. 12 mínútur eftir. Og Leó Örn og hann skorar. Þarna línusending hjá Dúra núna. 22-20. Nái KM að minnka munin í 1 mark. Þá getur allt gerst hér. Jón Freyr kominn inn í hornið á Haukons núna. Hvað gerir það nú? Þvílík línusending hjá honum. Inn á Aron Kristjánsson sem þarna var kominn inn á línuna. En það er dæmt aukakast hjá því. Og þarna Alfreð Gíslason kominn í vörninni. Og Aron rökk af honum inn í teginn og þeir lófu við strákarnir. Halldór og hann skorar! Halldór Ingólfsson skorar. Halldór Ingólfsson með 5 mörk í leiknum. Halldór búinn að eiga við meiðsli að stríða megnið af vetrinum. Það er sterkur í fyrsta leiknum. Ég held að hann hafi skorað 9 mörk þá. Ég held að við öðrum deildarleiknum gerði hann það. En hann hefur átt við meiðsli að stríða í vetur og mist úr langa kafla. 23-20. 10,5 mínútur eftir. Jakob Dúra núna og Bjarni nær boltanum eftir að rökka vörninni og hraðar hjá Haukum. Nei, þeir hægja á en Bamrúk með línusendingu en Þorkell grípur ekki og Káa kemur í staðinn og Jóhann og Bjarni Frostason ver. Þetta er maðurinn sem stendur á bak við þennan mun. Bjarni Frostason er maðurinn sem er ábyrgur fyrir því að það er 3 marka munur hér. 23-20. Björgvin Björgvinsson kominn í sóknina hjá Káa í staðinn fyrir Sergei Sísa. Jakob Dúra núna og búinn að taka skrefinn þarna og dæmt aukakast. Káamenn vilja fá brottvísun. Sáum þarna Petr Bamrúk slá á hendi Dúra núna. Ég hygg að þeir hafi ályktað sem svo að hann hafi verið búinn með tækifærið þegar brotið kom. Jóhann Jakob og hann með línusendingu á Leó Örn og hann skorar! Leó Örn Þorleifsson vann úr þessu vel. Geysilega sterkur línumaður í liði Haukanna, Leó Örn Þorleifsson og ungur. Og hann á eftir að gera tilkall næstir sætis þessi strákur, það er áreiðanlegt. Sonur Þorleifs Ananíassonar sem lék með Káa hér á árum áður og ég held að hann hafi leikið með Káa á 3. áratug. Og hér kemur skot í þverslána frá Gústaf Bjarnasyni. Hann myndi Hauka fá aukakast og Alfreð Gíslason kemur inn. Alfreð Gíslason skorar! Ég held þetta sé fyrsta mark Alfreð Gíslasonar í vetur. Hann hefur ekki skorað í vetur fyrr. Og Alfreð er kominn hér sem aldrei fyrr. Sjáuði kallinn. 23-22. Já. Þessi gamla keppa. Alfreð Gíslason. Já, á 38. aldursári ef ég maður rétt. Og hér koma þeir Haukamenn marki yfir. 23-22. Og Þorkell og Halldór. Og þetta gengur ekki upp. 7,5 mínútur eftir. Og Káamenn geta jafnað. Káamenn geta jafnað. Nú lifnar yfir Akureyringu hér. Fjölmargir öðrum megin í stúkunni. Gulfklæddir og hjálmvættir. Og Haukarnir hinum megin. Rauðklæddir og nú stökkva gulir á fætur. Sjáum hér Björgvin. Sjáum þið þetta. Þetta heitir að skora af harðvildi. 6 mínútur rúmar til leiksloka. Haukar 23. Káa 23. Og það er svo magnað að Káamenn að Haukar hafa ekki unnið Káa hér í strandgötunni í vetur. Það var aðeins einu sinni leikið í veturliði hér og þá unnu Káamenn. Alveg eins og Haukar unnu þennan eina leik sem liðin er búin að leika í Káaheimilinu. Haukarnir höfðu betur í Laugardalshöllinni í úrslitaleik bikarkeppninnar og þetta er hinn litríki liðsstjóri Káa, Árni Stefánsson.
sem hefur nú séð, já ég segi nú ekki mörg, en hann hefur séð rauð spjöld. 5,5 mínúta rúmlega. Aron og Guðmundur Arnar ver. En aukakast dæmt. Brotið þarna á Aroni. Hinn hávaxna vörn KA er Haukunum erfið. Aron og Guðmundur ver í stöng. Nei, það er ekki talið að hann hafi komið við boltan. Boltinn fer út af og KA fær innkastið. Já, og Jóhann og Jakob og Duranona og Jóhann inn á horninu og Bjarni ver. Bjarni Frostason ver. Hann er komið 12 skot samkvæmt mínum bókum í seinni hálfleik. Aron Sigurður Þórðarsson. Nei, þetta er Rúnar Sigtryggsson sem þarna og Haukarnir sækja og Amrúk með skot í vörnina og Jón Freyr Egilsson og hann með skot í stöng og Duranona með skot og Arník í stöng og Bjarni kom við hann. Já, þetta var nú gaman að sjá. Ekki síður að Duranona reyndi að skjóta og Duranona, já þeir gefa hvor öðrum bendingu yfir endilauka völdin, Duranona og Bjarni. Já, Amrúk og Rúnar Sigtryggsson. Haukarnir eru að leika að mínu mati fullmikið ofan í KA-vörninni núna. Núna draga þessi undar. Rúnar og Amrúk og Alfreð Gíslason tekur fast á honum. Hann er frábær varnarmaður kallinn. Alveg frábær. Þessi líka. Þeir eru gamlir jaxlar í þessum liðum. Stórkostlegir varnarmenn. 23, 3 mínútur eftir. Og hér kemur Jón Freyr og Halldór og Bamrúk og Þorkell og hann reynir að gefa inn á línuna Gústaf. KA-vörnin er afskaplega kvikk og nær að sjá við Haukunum hér. Rúnar og hann skorar! Rúnar Sigtryggsson skorar! 3. mark sitt í leiknum. Og það er hugað að meiðslum hans. Sjáum hvað gerist hér. Leo Örn kemur fast út á mótunum og hann fær þarna högg þegar þeir mætast á vellinu. En allt í lagi með það, leikurinn heldur áfram. Jájá. 24-23 Haukum í hag. Róbert Júlía Duranona hefur tekið við leikstjórninni hjá KA. Þetta leikskipulag KA-manna hefur gengið vel í þessum leik með Björgvin Björgvinsson vinstra megin, Heiðmann Felixson hægra megin og Róbert Júlía Duranona á miðjun. En Rúsin Sergei Sísa vinnur ekki pláss í sókninni þegar þannig er stillt upp. Svo bíða þeir Sverrir K. Björnsson og Alfreð Gíslason klárir í vörnina. Haukarnir á boltanum. En búnir að brjóta af sér, brjóta bæði á Björgvinni og Leo Erni. 2 mínútur eftir. Og Duranona inn í línusendingu. KA-menn halda áfram sókninni. 24-23 fyrir Hauka. Duranona með línusendingu. Og Björgvin skorar! Björgvin og Björgvinsson. Landsliðsmaður í liði KA. Það er þarna frákastinu. Og jafnar 24-24. Þegar 1,5 mínútur eftir. Já, það er aldeilis jafnt hér. Hér getur sko allt gerst. Rúnar og Halldór Bamrúk. Hann er kominn í gegn. Aukakast. Rúm mínúta til leiksloka.
og verði jafnt að loknum venjulegum leiktíma. Þarf að framlengja því að það er ekki tekið gilt jafntefli í úrslitakeppninni. Það verður framlengt í 5 mínútur. Haukarnir sækja mínúta eftir. Þvílíkt og annað eins. Þvílíkur hálfleikur. Slagurinn hefur staðið í þessum hálfleik í nær 40 mínútur. Og Haukarnir sækja og þrumuskot og Rúnar Sigtryggsson skorar. Rúnar Sigtryggsson skorar. 25-24. 25-24. Og hann hefur aldrei skorað minni en 4 mörk á móti KA í leikjunum í vetur og nú er hann búinn að skora 4. 35 sekúndur eftir. Haukar 25, KA 24. Og Björgvin og Jakob og Björgvin aftur og aukakast. Klukkan stöðvuð, 20 sekúndur eftir. KA menn vongóðir berja í humbur. Alfred Gíslason gefur fyrirskipanir, 20 sekúndur eftir, 25-24 og Sigurður Þórðarsson út af. Nei, hann fer ekki út af. Nei, hann fer ekki út af, hann sleppur með skrekkinn. 16 sekúndur eftir. Kannski var fallið of faglegt hjá Dúra núna, kannski hérna sig þetta svona fallega fyrir þá, ég veit það ekki, ég held að hann fengi brottvísun. En það eru 16 sekúndur eftir og nú taka þeir aukakast. Dúra núna og Bjarni vel! Bjarni Frostason vel! Þvílík markvarsla! Þvílík markvarsla! Ég hef bara aldrei séð hana eins. Og Haukarnir eru hér í vandræðum, KA-menn sækja á þá. Og þetta leiðist leiktíminn! Haukar sigruðu 25-24. 25-24. Haukar sigra í fyrstu viðureigninni við KA og gleðin er allsráðandi. En liðin mætast aftur á skírnarskvöld á Akureyri 25-24 og það er vel á því að ljúka þessari útsendingu með því að sjá markvarslu Bjarna Frostasonar. Þvílík markvarsla, sjáu þið þetta. Stórkostleg stemning við Strandgötu. Haukar 25, KA 24 og þessari rimmu KA og Hauka er hvergi nærri lokinn. Æja Bjarni, þetta voru æsilegar lokasekundur. Já, þetta var alveg ekta fyrir áhorfendur. Það var allt í þessu. Við gátum tapað þessu niður og hefði getað farið framlengingu en okkur tókst að berga þessu. Ég var að velta því fyrir mér í fyrri hálfleik hvort að Sigurður var að spara þig eða bara æsa þig upp. Þessi ekki sitt lítið að hvoru. Það er ekkert gaman að setja á bekknum og maður var virkilega hungraður þegar maður kom inn á. En þetta er löng og ströng keppni og ég spilaði fyrir 2 leikir á móti Val og það var reyndar bara sniðugt hjá honum að setja Magga í 3. leikinn. Svo er ég búinn að hafa góða hvíld núna, koma óþreyttur í seinni hálfleikinn. Og þú fannst þig aldeilis vel? Já, þetta var gaman, það var hörku vörn og bara góð stemning í liðinu. KA-liðið er feiknarstört þessar mundir. Þetta verður erfitt hjá ykkur á fimmtudaginn. Já, þeir eru náttúrulega þekkja þetta vel. Við erum búin að vera í úrslitum í bikarnum núna 3 ára röð og 2 ára röð í deildinni. Þannig að þeir þekkja alveg út af hvað þetta gengur og þeir gefast aldrei upp. Getið þið klárað þetta fyrir norðan á fimmtudaginn? Við unnum það í deildinni og það sé ekkert að því að gera það aftur.